Það óveðursnótt, hávetur, hríðingur nauðar á glugganum heima í Kvos. Hve lengi getur eiginlega svona óveður staðið? Gummi bróði minn sem árið yngri en ég sefur vært. Hann gerist nokkuð frekur á sængina því kalt í bænum í svona roki. En það ekki þess vegna sem ég get ekki sofið. Ég að hugsa hestan okkar fram á dal. Hvernig hefur þeim eiginlega reitt af í þessu aftaka veðri? Og ég vildi að veðri færa að ganga niður. Ég verð að reyna að sofna, ég veit að ekkert hægt að gera fyrir birtir af degi og veðrinu slotar. Ég verð að sofna til að geta verið dugleg í fyrramálið. Ég að hugsa trippið mitt sem amma gaf mér því ég var svo dugleg að verða læs. Einhvern tíma verður að reiðasturinn minn. Ég ætla að nefna hann Snerri af því hann svo snar og óstýrilátur. Snerrir, hann á að heita Snerrir. Bræður mínir segja það gef ekkit af sér eiga hest, þeir vilja fyrir eiga kindur, en mér alveg sama. Ég á líka að fá kálfunda sköldu. Ég get alveg mjólka sköldu komlu alein. Pappi farin út þegar ég svo vakna aftur. Sigga litla sefur en hún sefur á milli mömmu og pappa í stóra rúminu. Alltaf sefur hún best í roki, hún Sigga. Fjárhúsin hefur nær fennt í kaf í nótt, aðeins á stórgrýti og klappir, það sem ekki festi snjó. Svo stóran skafli við dreigi fyrir hlöðugaplin að hægt væri að ganga upp á þakið og renna sér svo ofan bind á kaf í skaflin. Amma og Þórði bróðir svo upp á lofti. Mamma búin að vekja Þórð, hann þarf að hjálpa pappa við gegningarnar. Þórði bróðir 13 ára, hann sefur einn í rúmi. Amma gaf hann á rúmið sem Þórður afi átti þegar hann var lifandi. Mamma kemur graut og slátur, við ræðum hrossin. Sigga litlaður hálfgröm yfir að fá ekki að fara með, en pappi segir hann að einhver verði að hjálpa mömmu og ömmu heima og svo geta hún leikið sér í snjónum. Þegar fílusigurinn vinka lítið við þetta spyr pappi hvort hún getur svo hjálpa sér að gefa hestunum heyið sitt ef við finnum þá. Það að vísa ekki löng leið fram á dal en sein gengið í snjónum upp gilið frá bænum. Vetradagurinn stuttum. Við vitum að hætta á að hestana hafi rakið í fljótið í nótt. Að vísi ekki mikið í því á veturna með við flaumi þegar það ríður sig á vorin. En ísilaði bakkar þaktir snjó geta viltum sérstaklega í myrkri þegar stórrið geysar ofan flatirnar. Við ætlum að ganga upp á Lyngkól. Eftir vill sérst til hrossana þaðan. Óvissan hvort við munum koma auga á hestana fyrir myrkur og beigurinn eitthvað hafi komið fyrir þá í óveðrunu, drepur alla löngu til samræðina. Allt bendi til þess að roki hafi verið mikið þarna á melnum. Allir steinar hafa langa hvíta skuplu sem snýr undan norðaustri, dúnmjúkar snjóskuplur sem allar benda niður á fljóti. Á sumrin snati alltaf fyrstur að finna hestana, en nú allt hulið snjó, hvergi slóð að finna. Sólin gæjast sem snöggast yfir skíabakkan og minnur okkur á að ekki dugar að slóra, senn mun hnúma á ný. Nú hallar undan fæti, það eins og Lyngkóll hafi allir stækkað síðan í haust ef við vorum hér á berjum og einhver líkar en að allan snjóin hafi dregið í skafli í berjalautin okkar. Við erum orðin kófsveitt af að bækslast í gegnum skaplana. Allt svo undurfagurt og hljótt, einhver líkar en að allt sé þreytt eftir óveðrið, allt nema skýin. Þau eru enn óútreiknanleg og ólgandi. Þau hafa greinilega ekki fengið nóg af óveðri. Gíarhamrar virðast dekkri nú en nokkru sinni þá ber við hvíta mjöllina. Þeir virðast stara ofan í gíargjá, stara á eitthvað sem liggur niður í gíargjá. Ef við vitum að leiti hross hlés uppi við gíarhamra mikil hætta á að þeir fjúki fyrir björg, svo hvasst getur orðið þar. Ekkert líf að sjá utan einn soltinn hrafn sem svífur í stórum sveig ofan frá hömrum og horfur fránum augum yfir snjó og kletta. Ef þú gæti nú krummi sagt okkur hvar hestarnir eru. Hrafnin hverfur niður í gíargjá án þess að segja svo mikið sem krung. Allt í einu stekkur snati af stað á undan okkur. Hvað skildi hann sjá? Við vonum öll að hestarnir séu nú þarna á flötunum fyrir neðan. Of metnaðagjörn erum við til að snúa heim án þess að hafa fundið hrossin, það vitum við. Þá þyrfti pappa að fara sjálfur að leita þeirra, nei, það af og frá að gefast upp. Við munum láta líta svo út sem ekkert sé sjálfsagðira en að fela okkur slíkt verkefni. Snati hefur greinilega orðið einhvers vís. Skildi nokkuð hafa komið fyrir þá. Óvonandi hefur trippið mitt ekki rakið í fljótið. Ég veit að einu sinni þurfti að lóa fólaldi sem vöknaði illa í stórri og kól, svo ekki var hægt að bjarga því.
Ég reyndi að hrinda þeirri hugsun frá mér. Þeirri sælu tilfinningu sem grípur okkur þegar við horfum fram á flatir verður ekki með orðum lýst. Þarna eru þau þá öll heil á húfi og Trippi mitt Stigga stendur þarna og krafsar. Jarpur gamli lengst frá fljótinu. Hann veit að ekki að treysta snæfi þögtum bökkum þessu í klakaböndum. Fljótið virðist þó svo meinleitlegt og lítið núna eins og mjó dökkur rák í snjónum og sendi frá sér bældar stunur. Okkur veitist ekki örðugt að komast niður eftir, þó þarna sé sínu snjóþingra og skaplandi samfelldar en áður. Ég og ríða Jarpi á undan, strákarnir ætla að reka hina hestana og ég vil tvímenna á brunku þegar við komumst upp af flötunum. En þetta ætlar ekki að reynast svona auðvelt. Brunka svo dofin af kulda og kyrrstöðu að hún á erfitt með að hreyfa sig. En þótt hún sé lerkuð veit hún greinilega hvert ferðin heitið. Öll eru hrossin illa haldin og svöng. Inga hestarnir tveir eru heldur ekki á því að láta reka sig upp á móti gulinu. Trippi mitt ætlar að taka á rási í öfuga átt. Já, hann á að heita Snerrir. Það einmitt nafnið á hann. Hvernig gildi svo ganga komun við hús þegar heim kemur? Snati geltir, strákarnir hóa og klappa og ég reyna að koma Jarp á stað heimleiðis. Jarpi minn, þú hefur átt sigra þingri þaut en þessa skafla. Þú veist að heima býða þín hegin grænu þegar Jarpan Hægtum yðar okkur áfram. Mér finnst gýjarhamrar ekki jafn ógnvekjandi núna á bakaliðinni. Nú veit ég að skessan í hamrinum hefur ekki tekið Trippi mitt í nótt. Það bjart af tungli og farið að frista. Það marrar í snjónum og glitrar steina sem feykt yfir af. Ég finn ekki lengur fyrir tánum vegna kulda og reyni þó að hreyfa þar við og við. Ég spyr Þór hvort hann vil ekki skipta við mig nokkra stund. Hann svarar nokkuð mannalega, það sé nú svo stutt eftir, takið því ekki. Hann vill áreiðanlega ekki láta annað spyrjast en hann hafi gert erfiðasta hluta verksins. Hann rjóður og másandi og andardrátturinn breytist í gufustrók sem stendur út frá andlitin á honum. Pabbi og Sigga litla eru úti við lambhús. Þau eru fljóta að koma auga okkur komum niður gilið. Ég vissum að oft hefur verið litið upp í gil í dag frá bænum. Pabbi áreiðanlega glaður að sjá að ekkert hefur hent hrossin okkar í nótt. Það ríkur á bænum og ég veit að nógu hlýtt í eldhúsinu. Skildi amma vera að baka lummur. Stoltið yfir að við höfum komið hestunum alla leið heim, feikir burt allri þreytu. Og hvað ég hlakka til þess að fá að fóðra Trippi mitt og spekja það og gerða mannvant í vetur. Systkinin í Kós gengu snemma til náða þetta kvöldið. Vetrarveðrin héldu ekki vöku fyrir neinum núna.